Næst ætlum við að gera töflu. Ármann langar mikið til þess að sýna ömmu sinni stundatöfluna sína. Þannig að hann ætlar að setja hana upp hérna. Og þá, til þess að gera þessa töflu, þá þarf hann að fara hér í insert hérna. Og hann fer í table sem þýðir tafla. Þetta stundatafla ekkert annað en tafla og við smellum hér á þetta og komum svona margir reitir. Og við ætlum að gera bara dagana. Það náttúrulega 7 dagar í vikunni og við ætlum að gera skólatöfluna og við ætlum að gera íþróttatöfluna. Við ætlum bara að hafa skólan í einni línu, við ætlum bara að segja klukkan hvað hann byrjar og hvenær hann endar. Við ætlum ekkert að fara alveg inn í hvort það sé stærðfræði eða íslenska. Þannig að nú erum við komið með reitina fyrir töfluna. Og ef við smellum inn á þetta takk hér, þá veljum við töfluna. Þá getum við farið hér í Home aftur, sem svona aðalsvæði sem við notum. Og ef við finnum þetta takk hérna, sem svona eins og rúðustrikað 4 rúður, við farið í örina hérna og Borders and Shading. Og hér, það sem stendur Style, getum við valið hvernig ramma við viljum hafa. Ég hugsa að hafa svona 3 línur hlið við hlið og ég hugsa að hafa segjum bara appelsínugulan ramma. Síðan ég að hugsa að þá segi ég OK og þá sjáum við hvernig þetta verður. Þetta verður appelsínugult. Þið veljið að sjálfsögðu bara þann lit sem þið viljið. Og ég hugsa að hafa dagana hér. Byrja á sunnudegi. Þið sjáu hvað ég er fljót að fara milli lína. Ég þarf ekki að gera með músinni. Ef ég ít á taptakkan, taptakkin vinstra megin á lyklaborðinu og ofarlega og það er mynd af 2 örvum. Stundum stendur tap líka, en alls ekki alltaf. En þið þekkja hann á 2 örvum sem benda til vinstri og hægri. Núna sjáum við að letrið kannski fullstórt, þannig að ég greiði við það og mikka það bara niður í til dæmis 10 og sjá hvernig það er. Það passar. Og ég að hugsa að hafa þetta á miðjunni á hverjum reit, þannig að þá ýti ég hér á þetta. Þegar ég er búin að fá rétta stærðina, þá ætla ég að líta núna reitina þar sem að daganöfnin koma fram og ég geri það með því að fara í fötuna sem hérna, starfum hér. Eða ég fer hérna í þetta hérna og Borders and Shading og við förum hérna í lita. Það stendur no color núna því það er engin litur í þessu, en ef við förum á örina þá finnum við einhvern lit og ég er að hafa þetta svona ljósa appelsínugult. OK, þá sjáum við það litast þarna bakgrunnurinn. Síðan að fyrsta skólan hérna, skóli 8 til 12. En það sem ég geti gert líka er að kópra. Þá fer ég velja orðin, segi Ctrl+C, smelli svo hérna og segi Ctrl+V. Og ég uppgötvaði hér núna að þetta er ekki skóli á sunnudögum, þannig ég bara hendi því út. En á mánudögum er hann í fótbolta. Segjum bara klukkan 3, 15 til 16, til 4. Þannig að ég ætla að kópera þetta að því hann er líka á miðvikudögum og líka á fimmtudögum. En þá er hann hérna á miðvikudögum er hann klukkan 2. Þannig ég ætla að breyta því. Og í fótboltan vil ég hafa öðruvísi lit. Þannig að þá get ég farið hérna og alveg tekna skóla. Og þá get ég farið í fötuna til þess að velja einn reit. Já, þá erum við búin að læra að gera töflu. Reitirnir, þeir stækka eftir því sem ég set meira inn. Þeir hækka ef það eru fleiri en ein lína eða orðin löng og það þarf að vera lengra. En oftast reynir taflan bara að hafa reitina eins litla eins og hægt er.